Velkomin í settið, Siggi Ævars. Takk fyrir það. Við ætlum aðeins að spá í spilin. Nú er þetta bara að bresta á. Við erum mætt hingað til Åshot, eins og ég er búinn að læra að segja rétt, í Hollandi. Langþráð heimsmeistaramót að byrja. Það er orðin 4 ár síðan að við fengum síðasta mót. Og við erum mætt hérna með að því mörgum finnst bara flott lið. Hvernig líst þér á þetta? Mér líst vel á þetta. Við erum búin að vera hérna dag að horfa og sjá svona æfingar og svona. Þetta er frábært svæði, sko. Þannig klárt að þessi völlur eru frábær. Já. Liðið er náttúrulega búið að vera í mótunni eiginlega fram að þessu og ég held að sé bara í toppstandi. En ég hef alveg svakalega mikla væntingar til ungmennaliðsins. Já. Ég held að það verði alveg, þetta er raun og veru fyrsta liðið, svona ungmennaliðið sem kemur upp í gegnum allar meistaradeildir æskunnar og ungmenna. Þau eru öll búin að vera þar frá upphafi. Sem krakkar íþróttamenn frá Fingugóma, byrja að keppa í janúar og Toppstandi. Toppstandi, sko. Já. Toppstandi með topprósum sem þekkja flest mjög vel, sko. Já. Þetta verður frábært að fylgjast með þeim. Eins og hinn náttúrulega er ekki. Já, já. En ertu eitthvað búinn að stúdera svona keppinautana og svona? Já, ég hef búinn að dæma þess að sjá kannski megnið að þeim. Og það er ekki neitt beigur mér, sko. Nei. Þetta er dagsformið sem ræður. Þetta eru frábæri hestar margir. Ég hendi nú smá í Eiðfars þann daginn að Ganni mínu, eða Ganni, já. Og hérna fannst hún kannski full þjóðernisleg svona. Og mjög blá. Já, mjög blá. En ég myndi ekkert endilega breyta henni samt, sko, þó ég myndi hugsa hana. Nei. En það er kannski ein grein svona sem við erum aðeins svona á hliðarlínunni sem er slagtum á fullorðina. Já. Þar erum við með toppkeppendur frá Þýskalandi, Danmörku og Noregi til dæmis. En kannski engan svona íslenskan stórmeistara í þeirri grein. Er eitthvað sérstök ástæða fyrir því eða er þetta bara tilviljun? Ég veit alveg ekki. Ég hef búinn að hugsa þetta aldrei vegna þess að slagdómstöld heim á Íslandi er orðið svakalega skemmtilegt og vinsælt. Og jafnvel besta tölti sem hún sérð er frálst tölti í slagdómstöldi. Það maður bara missir ekki af því, sko, allavega ekki úrslitum, sko. Ég veit það ekki. Þetta bara spila svona, held ég. En ég veit ekki hvað maður er að fílósófera eitthvað, en mér hefur alltaf þótt að velja heimsmeistaratitla pínu bjagað að fara út úr ungmennaflokki og verja í fullorðins. Mér finnst þetta að fylgja bara ungmennum. Þá værum við hérna með brilljant slagdómatöltara sem sökta ungmenni, sko. Bara það ætli Ísland titil að verja í, það væri miklu heilbrigðara, held ég. En við breytum því ekki, allavega ekki núna. En talandi sko, heimsmeistara sem eiga titla að verja, nú sjáum við til dæmis Mána Hilmarsson sem var í okkar liði síðast og gerði það aldeilis gott. Að hann er núna að keppa fyrir Svía. Erum við að missa of marga frá okkur? Það er mjög margt fólk sem er flutt til útlanda og vinnur þar. Já, það er mjög margt. Hann er einn af þeim og við Hafnfirðingar höfum verið duglegir að spreða út listamönnum og hestbaki. Ég held að þetta sé mjög gott, sko. Þetta er fyrsta liðið íslenska í mörg ár, mörg mót, sem er ekki neitt útlendingur í. Það er engin íslendingur búsettur erlendis í liðinu. Ég veit ekki hvort að þetta er beinlínis stefna hjá Sigurbirni eða hvað, ég hef ekkert spurt hann, en þetta má alveg vera stefna. Það þessi menn eins og Máni, Guðmi Einars, Danni, Eyjólfur og fleiri Virknir, þeir eru að vinna og lifa og hrærast í Svíþjóð og því skyldu ekki keppa fyrir sitt. Markaðssvæði, sko, ég veit ekki. En við höfum samt séð fólk halda mikilli tryggð við liðið eins og Beggja sem dæmi. Þannig að það er kannski óvenjulegt að það sé engin Íslendingur í útlöndum í liðinu. Það er mjög óvenjulegt. Ég segi það, þetta er mjög langt síðan þetta var. Ég held að Siggi Sæm hafi innleitt þetta í þannig laga síðan. Og síðan hefur það verið bara og en þetta er stefna sem vel má vera skynsamleg. Þetta þróaðist allavega svona í þetta skipti? Þróaðist svona í þetta skipti og heima höfðum við ofsalega mikið úr að velja. Rosalega mikið úr að velja. Ég dæmdi nú Palla Hólmars þarna á Flúðum bara, hvað var ekki síðasta laugardag. Ég bara, wow, þessi er heima maður. Þessi er bara heima. Þessi er heima, sko. Hann var brilljant góður, sko. Já, við vonandi fáum hann kannski bara eftir 2 ár. Já, ég held að þetta er fyrst margt skynsamlegt við þetta hjá Palla.
Já. Og Viðar verður magnaður, kemur þetta með blóð á tönnunum og alltaf sannarlega sanna sig, sko. Já, en heldurðu að svona, eins og við nefndum áðan að liðið væri búið að vera í mótun alveg eiginlega fram á síðustu stundu. Það er búið að ganga á ýmsu, það er búið að vísa þetta mönnum úr liðinu, hafa orðið forföll og meiðsl og menn hafa ekki getað hesta sig og ýmislegt. Heldur að þetta hafi truflað eitthvað eða trufli liðið í aðdragandanum eða eru menn mjög fókuseraðir? Klálega truflaði þetta liðið í aðdragandanum og þetta truflaði bara hestamennskunni í aðdragandanum. Þetta var svona leiðindi í þessu. En ég, sko, held bara hreinlega, þetta var vond staða, en þetta var staða sem var einhvern veginn óumflýjanleg eins og hún var þá og ég held að það bara tekið rétt á þessu og menn verði bara að byrja og ég held að þetta trufla ekki menn í dag. Ég held að þetta aldrei að trufla þetta. Það vantaði meiri góðar fréttir, jákvæðar fréttir af liðin. Það var margt ótrúlega magna sem var að ske í aðdragandunum jákvætt, sko. En það kafnaði í hinum leiðindunum og kannski hættir okkur hestamönnum til þess að láta neikvætt mál eitthvað og það vita það allir að þetta snýst ekki einhverjar gallabussur eða neitt svoleiðis, sko. Þetta bara vandræðamál, öll þessi mál. Og svo náttúrulega hætti Gummi við, það dreifur sér í hlé og ég held að þessi heimsmeistarar sem eru búin að verja titilinn, þetta síst að það bara endurskoðast. Er þetta rétt eða er þetta ekki rétt? Ég veit það ekki. Kannski betra heimasetið heldur en að mæta ef maður hefur ekki haft tíma til að undirbúa sig eða mæta með þess sem maður þekki vel til. Það er auðvitað... 4 ár er feikna tími, sko. Já, það er önnur lið á teningu. En talandi sko góðar og slæmar fréttir, megum við reikna með mörgum góðum fréttum næstu vikuna? Já, það var nú svona nokkuð peppaður áður maður kom hingað en enn og meira núna, sko. Ég held að það verði bara frábært, sko. Ég held einmitt að menn sem komni bara og fattur að horfa fram á veginn, það er ekki að velta sig upp einhverju vitleysu. Nú ætla menn bara að taka á því og allir að gera sitt besta. Já. Ef við spáum aðeins í dómgæsluna, þú ert auðvitað dómari og dæmir mjög mikið, hefur mikla reynslu á þeim vettvangi. Áttu vonaði að það verði einhverjar aðrar áherslur í dómgæslunni hér en við þekkjum til dæmis heima á Íslandi? Er einhver blæbrigði að munur þarna á eða er stefnan klár? Ég held að stefnan sé nokkuð klár. Við erum búin að vera að fá á þessi VR-mót heim hina ýmsu dómara og nokkra sem er að dæma hér. Það má greina einhvern mun en þann er óverulegur. Það er svo mikið samskipti og nú dæmið þú náttúrulega rosa mikið úti. Maður finnur ekki einhverja nýjar bylgjur. Nei. Og það voru náttúrulega settar nýjar reglur ef það keppir en núna þessi leyfði list og svona, maður var aðeins hræddur við þetta. Þetta hefur bara gengið vel. Þetta er ekkert mikið mál, sko. Nei. En þetta er auðvitað líka þannig að fólk fær tækifæri til þess að láta skoða sinn búnað og sína hesta og játningar og annað. Það er enginn bara nappaður á settinu, sko. Það er tækifæri til að skoða það. Ég velti stundum fyrir mér hvort að ég held reyndar að við Íslendingar séum bara búin að breyta okkar reiðmennsku og keppnistíl svolítið frá því sem var fyrir einhverjum árum síðan. Þannig að við rúllum hér inn. En það er áhersla á reiðmennskuna, við sjáum það og við þekkjum það. Það er bara líka heima, það er áhersla á reiðmennskuna, það er bara góð reiðmennska gefur. Og þetta hefur þróast alveg svakalega jákvætt og það enn og eftir allir nefn ungmennin sem krakkar er búin að keppa, sko, þau eru allt árið í keppni. Það er kannski 2 mánuðir sem eru ekki bara í harðri keppni. Og þau eru alltaf að fá meiri og meiri hesta og þetta er reiðmennska ræður þessu og það er þess að kannski vont að spá hér upp á staf og kommi allan að hengjast upp á því að dagsformi ræður svo rosalega miklu. En hér er allir og náttúrulega þessi sveit þarna, þjálfarasveitin, Diddi og Tóti og Siggi Matt, þetta eru, má maður segja, rebbar. Þeir kunna allt, sko, í þessum fræðum og það hjálpar. Þrautreyndir og margverðunaðir. Þrautreyndir. Það eru kannski svona smáatriðin sem að fólk þarf að huga. Það er tekið á gangskiptingum, það er tekið á hraðanum, það er tekið á bara heildarmynd, knappa og hest, þannig að allt þetta telur. Allt þetta telur. Og menn voru að tala dálítið kannski eftir síðasta HM sem fyrir 4 árum, að Hægatölti var á undanhaldi.
En menn gleymdu því kannski þá að Hægatölti vann. Jóhann vann á Hægatölti. Og ef þú rýður flott Hægatölt þá ertu að fá fikt fyrir það. Þeir sem fara aðeins aðar, þeir fá bara minna. Ég held að þessi dómarar séu sko, allt reynslu fólk er búið að vera mikið saman. Ég hef ekki von á svona landapólitík eða vitleysi í þessu. Það er bara búið sko. Þetta hljómar vel. Ég hlakka til að vera hér alla vikuna og veit að þú gerir það líka og ekki bara rétt að enda þetta spjallaði að segja áfram Ísland. Áfram Ísland, okkur hlakkar svo sannarlega til og bara ekkert nema tilhlökkun. Frábært. Takk fyrir að kíkja til okkar í settið, Siggi Ævars. Takk.